Das Radikal. Jæja, þið haldið örugglega að því að ég hef svo svaklega mikinn áhuga á pólitík að ég hef verið vakandi í alla nótt, fylgjast með kosningavökunni og allt það, en nei, ég actually veit ekkert hvernig kosningarna fóru. Klukkan er núna 19 mínútur yfir 9 að sunnudagsmorgni eftir kosningarnar 28. október 2017 og ég var að vinna í alla nótt. Þannig að ég veit ekkert hvernig kosningarna fóru. Vinnufélagar mínir sem að ekki kusu Sjálfstæðisflokkinn voru pínu úrýtl í morgun, þannig að það gefur mér ákveðnar vísbendingar og þeir Sjálfstæðismenn sem ég afgreiddi voru í feiknalega góðu skapi. Aftur veit ég mér ágætar vísbendingar, en eins og ég segi, ég er örugglega einn af þeim seinustu á fucking landinu sem kemst að niðurstöðum kosningarna. Áður við tölum samt hvernig kosningarna fóru, þá ætla ég aðeins að tjekka á spánni sem að ég gerði. Af því að ég gerði mér lítið fyrir og þetta er ekki þægilegasta stelling ever, ég ætla aðeins að minnka með þetta. Þetta er að stóllinn er orðinn svolítið gamall, styrður. En já, þannig að áður en ég ætla að tjekka á því hver það var sem að fékk mest fylgi og hvaða flokkar komast inn á þing og hversu mörg þingsæti fá allt þetta, þá skulum við tjekka á það sem var mín spá. Ég gerði þessa spá fyrir 2 dögum og ég ætla ekki að fara út í smáatriði hvernig ég komst að þessari niðurstöðu varðandi hvernig ég held að niðurstaða kosninganna yrði, en allavega ég gerði ráð fyrir því í spánni minni að ég er að lesa núna áætlað fylgi flokkana frá mesta fylgi til hinu minnsta og reiknaði líka út þingmannafjölda og svo framvegis. Samkvæmt minni spá þá myndi Sjálfstæðisflokkurinn fá mest fylgi með 26,5% greiddra atkvæða sem að veitir þeim 17 þingmenn og eftir þeim kæmu Vinstri grænir með 19,5% og sem gefið þeim 13 þingmenn. Ég veðjaði á Samfylkingin væri í 3. sæti með 13,5% atkvæða og þar með 9 þingmenn. Og, þetta er ekki alveg í þeirri röð, þannig að næst koma 2 flokkar með 10%. Ég námynda þetta náttúrulega allt við 0,5% og mér finnst það að vera full nákvæmt núna því ég pæli í því, en þú veist, ég námynda þetta þannig að það væri sæmilega hentugt að reikna út þingmannafjöldan. Það náttúrulega fær ekki slétta tölu ef þú deilir 63 þingsætum niður á 100%, en þannig förum ekki alltaf mikið út í stærðfræðina. Ég gerði ráð fyrir cirka 10% fyrir bæði Framsóknarflokk og Pírata. Svo gerði ég ráð fyrir að Miðflokkurinn fengi 8% atkvæða. Mjög mikilvægt, ég gerði ráð fyrir því að Framsóknarflokkurinn myndi fara fram úr Miðflokknum í kosningunum. Og svo eru Viðreisn, ég held að þeir muni haldast inni á þingi með 6% sem að veitir þeim 6 alþingismenn. Framsókn og Píratar bæðir 7 þingmenn hver. Og svo skráði ég hjá mér Flokk fólksins með 4% sem að nær því mér ekki lágmarkinu, þannig að samkvæmt minni spá hefðu þeir ekki náð neinum manni inn. Aðrir flokkar á framboð, ég taldi þá bara sem annað. Þetta er einhver 2,5% eða eitthvað, það er ógreitt atkvæði, Björt framtíð, Íslenska alþýðufylkingin og svona minni flokksbrot. Man ekki hvort að þjóðfylkingin dróði hún ekki framboð sér tilbaka, en skiptir ekki máli. Þannig að, og út frá þessari spá gerði ég ráð fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn alltaf fær stjórnarmyndunar umboðið en út frá þess minnisspá þá gætir ekki myndað meiri hluta stjórn nema alltaf mynda ríkisstjórn með Vinstri grænum sem að ég sé ekki fyrir mér. Þannig að ég gerði ráð fyrir því að þeir myndu kalla til sín Miðflokk, Viðreisn og Framsóknarflokk og mynda ríkisstjórn sem að myndi samtals vera með 36 þingmenn af 63. Þannig að þetta var sem sagt mín spá og ég er eiginlega meira spenntur fyrir því að sjá
hversu rétt eða röng spáin mín heldur en hver actually vann eða kom mönnum á þing. Það er eiginlega orðið bara aukaatriði fyrir mér, sko. Ég hef aldrei gert svona spá áður, þannig að ég er fucking psyched. Áður en við förum í hversu rétt eða röng spáin í, vil ég benda á það að ég giskaði á að Donald Trump yrði forseti þegar allir aðrir voru búin að veðja á Hillary. Hefði átt að leggja fucking... Ég hefði átt að fara í eitthvað veðmál, bara þú veist, 1 á móti 100 og leggja bara 1000 kall undir. Hvað er það? Hefði greitt 100.000 kall. En, ok. Tjekkum núna á sjálfum kosningunum. Eftir að... gera eitt. Það eru jú ekki kosningar nema á allt of margra ára fresti á Íslandi, en þetta er samt hátíðleg stund. Þannig að smá viskilíkjur er við hæfi. Oh my god. Ríkisstjórnin á eftir að vera fallin áður en ég næ að lóta þessa djöfusinn síðu. Veisluplattar á Subway, aðeins 4.499 krónur. 16 bitar. Gott að vita því. En hvað með kosningarnar? Má sjá. Já, þetta hljóta að vera prósentin. Já. Ok, má sjá. Til að byrja með, ég veit ekki hvort allar tölur hafi borist. Lokatölur nýjustu. Ok, jú, mér sýnist þetta að vera... Ok, þannig að, byrjar þetta. Þetta er ekki í sömu röð hjá mér. Þetta lukkar eins og ég hafi verið sæmilega nálægt í ágiskun. Björt fram... þeir ná ekki manni inn. Þeir eru dotnir út. Framsókn 10,5%. Hvað? Já, þetta er í stafrófsröð bókstafana. Ég þoli ekki það system. Sittið bara flokkana í stafrófsröð. Framsókn 10,5%. Ég giska á þeir væru með... Ég giska á þeir væru með 10%. Haha. Tjóðlar í góður þarna. Viðreisn spara 6,8. Býtu, ég giska á þeir eru með 6%. Vá. Ég sker í nálega því. Sjálfstæðisflokkur mest fylgi 25,3%. Það er minna en ég giskaði á. En, ok, sjálfstæðisflokkur, sigurvegari kosningarna. Ég gaf Vinstri grænum ekki nema svona 25% líkur að þeir myndu komast fram úr þeim, en ok, þú veist, 400 atkvæða. Til hamingju sjálfstæðismenn. Flokkur fólksins náði manni inn. Þeir eru með 6,9%. Til hamingju flokkur fólksins. Ég átti ekki vona að þeir myndu ná manni inn. Þetta bara... Þeir eru með 4 þingmenn. Já, flokkundasýningin, sem sagt, Framsókn yrði með 8 þingmenn og sjálfstæðismenn 16. Er það ekki að sama og ég fékk með mína prósent? Nei, ég hafði með 17. Ég hafði með 17 þingmenn fyrir þá, þannig að ég hafði með einum þingmann lítið. Miðflokkurinn, vá, hann fer rétt svo fram úr Framsókn. Áts. Fengi 7 þingmenn. Píratar 9,2%. Ég giskaði á... Ok, ég var með þá í 10%, þannig að ég var bara 0,8 frá því. Minna innan skekkjamaka, en ok. Sem gefur þeim 6 þingmenn. Alþýðufylkingin, vá, þeir ekki tóku þátt. 0,2%, whatever. Samfylkingin 12,1% sem að ég var með þá í 13,5%. Dögun, hvað er dögun? Vinstri grænir seinastir 16,9% sem er með 11 þingmenn sem er þó nokkuð minna en ég hélt. Ég hafði þá í 19,5%. Damn! Þetta kemur svolítið óvart, sko. Ég átti virkilega vona á því að Vinstri grænir eru mjög nálega 20%, en flokkur fólksins fékk miklu fleiri atkvæði en ég hélt, þannig að greinlega einhverjir farið þarna yfir. En þá var það spurningin, gæti ríkisstjórnin sem að ég giskaði að myndi myndast samkvæmt þessu? 7 þingmenn og með Framsókn 8 í viðbót, þá yrðu það
Ok, þá fengu þeir 35 manna þing meirihluta. Þannig að ég býst við að það sé stjórnin sem að þeir muni mynda. Þeir eru væntanlega ekki byrjaði núna, ég meina klukkan er rétt svo 9:35, þannig að þú veist, þeir eru sennilega ennþá bara sofandi að ná sér eftir spennu næturinnar, en ok. Þannig að já, ég spái því að við séum að fá ríkisstjórn Sjálfstæðisflokk, Framsóknar, Viðreisnar og Miðflokksins. Ég gerði annan spádóm. Það er linkur í myndbandinu hérna sem að heitir Endalok Bjarna Benediktsson. Það sem ég spái því að ef að Bjarni Benediktsson myndi næstu stjórn að þá muni sú stjórn ekki endast heilt kjörtímabil. Með hneykslismálin og allt sem hefur verið að hlaðast upp og Glitnisskjölin sem ennþá hefur verið að fara í gegnum, þá get ég ekki trúa því að það verði ekki allan einhverjar fleiri hneykslismál og ég tel frekar líklegt að það muni vera eitthvað sem við munum fella þessa ríkisstjórn líka. 35 manna meirihluti er alltaf aðeins meira en þessi 32 manna meirihluti sem þeir voru með núna. Það er alltaf mjög viðkvæmur meirihluti. Ég held að vera aðeins auðveldara að mynda stjórn í þetta sinn en það var. Já, ég ætla bara að segja að ég held ekki að þessi stjórn muni endast ef hún verður eins og ég veistu, ég held bara að stjórn yfir höfuð með Sjálfstæðisflokkinn í forystu mun ekki endast og ef að Miðflokkurinn tekur þátt í þessu líka þá held ég að minnki líkurnar ennþá meira út af, þið vitið, Sigmundur Davíð. Já, Flokkur Fólksins er komin þarna inn og já, Viðreisn hélst inni. Eitthvað sem ég hélt ekki vona því að það myndi gerast svona framan af, ég held að bæði Viðreisn og Björt framtíð myndi þurrkast út en það var víst bara Björt framtíð. Þannig að takk fyrir Björt framtíð fyrir að slíta stjórnarsamstarfinu. Við þökk sé því þá fórum við úr ríkisstjórn Sjálfstæðisflokk, Viðreisnar og Bjartri framtíðar og yfir í það sem ég sýnist muni verða stjórn Sjálfstæðisflokk, Framsóknar, Viðreisnar og Miðflokksins. Þannig að allt í allt frekar tilgangslitlar kosningar býst ég við, þannig að þá er bara að bíða eftir að næsta kosning verður sem að, eins og áður segir, verður örugglega bráðlega.